lífsins þörfin fljótt. Og þegar allt að stranda, væri gott að eiga ósk sem allan leysti vanda. Nú, þið sjálfsagt munið öll eftir síðasta þætti þegar Ómar var að kveðast á við þarna séra Bóluhjálmar og ég held að hann hafi verið kominn að þeirri niðurstöðu að það væri nú kannski eitthvað brot af prest í honum. Og ég fór nú svona að velta því fyrir mér hvernig Ómar myndi taka sig út í prestsembættinu, hvernig prestverkin myndu ganga. Og mínar hugmyndir voru nú eitthvað í þessa verum. Hjá Ómari sjálfsagt yrði fjör ef hann fær að messa með jólasveina skegg og skör við skírn og ferming blessa. Sjáiði kallinn sem kemur þarna inn, í kirkjum yrði sungið birtist presturinn, í kirkjum yrði sungið birtist presturinn. Þetta nú nokkrar vísur, ég skulle bara bíða með að klappa hann til allar búnar. Já, þegar bara að vera búin. Hann sjálfsagt fær á sveitaball, því ekkert nú betur en sveitaball, í svarta hempukjólnum og prumtandi á prestarall í prédikunarstólnum. Já, það má víst eiga á þess og hinu von, þar sem á ferðinni Ómar Ragnarsson, þar sem á ferðinni Ómar Ragnarsson. Við kölska mundan kveðast á, hvað sem liði trúnni og svifi eins og englarnir upp í loft á frúnni. Já, það má víst eiga á þess og hinu von, þar sem á ferðinni Ómar Ragnarsson, þar sem á ferðinni Ómar Ragnarsson. Til aðri starfa, aðrir hann, eflaust mundu kalla, enda hefur hann allsberan ekta biskupsskalla. Já, það má víst eiga á þess og hinu von, þar sem á ferðinni Ómar Ragnarsson, þar sem á ferðinni Ómar Ragnarsson. Já, ég veit hvað að reyna að klara þessu. Ég finnst svolítið gott tækifæri samt að ég vant þetta lengi að koma út úr þessu. Sem við sjá. Sumir geta setið hesta, sumir brotið hlekki, sumir verið sveitaprestar en sumir geta ekki. Ég verð að geyma þetta við biskupinn, það er svolítið orð. Jæja, eigum við ekki að fara að byrja þá? Já. Það væri hérna Ómar áður en byrjaði nú að þetta svo erfitt fyrir okkar menn að hér eru allir sem halda með þingeyingum. En, nei. Og mér datt í hug að þetta náttúrulega erfitt fyrir okkar menn, en þegar ég sá nú hverju voru valdir til leiksins til Reyfinningar, þá datt mér nú í hug. Mark í hornum mikil leynd, má því sýnast útlit vont, þó víst að Eyfirsk greind yfir bugar þingjasmón. Og þá að sjá hvernig það fer. Og þá byrjum við, það búið að draga fyrstu hraðspurningarnar í fyrri hálfleik og það þingeyingar sem að drógu að byrja og þá byrjum við. Fyrsta spurning. Einn seinheppinn embættismaður á Norðurlandi varð leiksoppur myrkra örlaga og gat ekki borið rétt fram nafn stúlkunar sem hann elskaði. Hvað hét stúlkan? Guðrún. Það er alveg hárrétt. Eða Garún. Þá er önnur spurning. Hún gerði kvikmyndir til heiðurs Hitlers, þar á meðal fræga mynd Ólympíuleikana í München árið 1936 og hvað heitir hún? Riefenstahl. Riefenstahl, það er alveg hárrétt.
Þá það þriðja spurning, hvað vildi Einar Eyjólfsson alls ekki gefa Ólafi Haraldssyni? Grímsey. Grímsey, það alveg árið. Fjórða spurning, hvað hét arftaki Stalín sem tók við embætti hans? Brezhnev. Nei, það var ekki Brezhnev og þá fá Eyfirðingar 3 sekúndur. Það náðist ekki að komið alveg fram á varinir áður. Það hét Malenkov. Já, Malenkov. En var svo seinna gerður að rafveitustjóra í Sýberíu eitthvað þegar að Khrushchev tók við. Nú jæja, við höldum áfram. Við nælistaðum að þessu. Yfir fjörðinn. Hvað heitir þú byrjun í skák þegar hvítur leikur fram kóngspeði 2 reyti og svartur leikur fram biskupspeði drottningamegin 2 reyti? 3. Sikleifur. Sikleifur, það alveg hafðið. Tefnir þú? Lítið. Nóg til þess að beita Sikleifur. Eða lestu kannski skák lýsingarnar. Ekki heldur. Jæja, þá kemur 7. spurning. Hvaða lönd skilja Pýreneafjöllin að? 3. Spán og Frakkland. Spán og Frakkland, það alveg hárið. Stefania skilur nesinn 2 að. Jóhannes og Jóhannes. Jæja. Við spyrjum ekki það, þetta spyrjum númer 7 núna. Hvaða höfðingi Sturlungaaldar lést úr brjóstmeini sem hann hafði hlotið við íþróttaiðkanir? 4. Það tókst ekki. 3. 2. Ekki kom það var Kolbeinn ungi. Norrlenskur meira segja. En þá höldum við bara áfram á miklum hraða. 8. spurning, hver hæsta skepna jarðarinnar? Gírafinn. Gírafinn, alveg hárið. Svo kemur svo 9. tónfræði. Hvað táknar ítalska orðið fresco á máli tónfræðinnar? 3. 4. Ekki tókst það. Frísklega eða hressilegan? Alveg hárið. Það voða líkt. Ákala líkt. Og þá kemur 10. spurningi til ykkar. Á hvað starir Hamlet þegar hann mælir hinn óstöðlegu orð að vera eða vera ekki? Það spurningin. Á hauskúpu, það alveg hárið. Ég langar til að svara þá Hálfdáni af því að það hérna þetta með biskupinn. Sko, við vorum að tala skák, sko, biskup. Nei, ég ekki andríkur né klókur. Fullgott raunar finnst mér að fá að vera hrókur. Jæja, yfiringar, þá komið ykkur. Og þá það spurningar. Fyrsta spurning. Forfeður okkar segir að þeir hafi margir trúað á mátt sinn og megin. En hvaða byggðarlag segir Þorsteinn Þórarissen að íbúarnir hafi aldamótin trúað á mátt sinn og megin og kaupfélagi? Þingeyingar. Þingeyingar, það alveg hárið. Þá kemur önnur spurning og það enn arftaka. Við spyrjum núna arftaka en það sem tók við embætti Adolf Hitlers. Karl Dönitz. Karl Dönitz, það alveg hárið. Og þriðja spurning, Eyfirðingar hafa löngum átt góða hesta, en hvaða hross sagt að hafi látið eftir sig mestu verksummerkin á Norðurlandi? Sleipnir. Sleipnir, Ásbyrgi. Fjórða spurning, við spyrjum mann, hann var af þýskum ættum, stjórnaði gerð fyrstu atómsprengjunnar en lenti síðan í útistöðum við McCarthy. Hvað hét hann? Oppenheimer. Oppenheimer, alveg hárrétt. Nú þá komið að skákinni. Hvað heitir þú byrjun í skák þegar hvítur leikur fram kóngspeði 2 reyti, svartur leikur sínu kóngspeði fram 1 reit? Ósindverk var? Nei, það nú ekki alveg rétt og þá komið 3 sekundir hér.
Nei, hann var ekki búinn að tefla nógu mikið. Síðan á, þetta frönsk vörn. Jæja, þá kemur sjötta spurning. Hvað heitir fjallgarðurinn sem liggur eftir Ítalíu endi langri? Appennínafjöll. Appennínafjöll, alveg hárrétt. Þá spyrjum við enn Garp, eins og áðan, hvað hét Garpur sá sem var drepinn á nyrsta odda Íslands og höfuð hans síðan borið í belg Norðurland? 4. Það tókst ekki. 3 sekúndur. 2. Það tókst heldur ekki. Það var Þorgeir Hávarsson sem var farið með svona með Norðurland. Jæja, og þá er það 8. Hvaða spendýr jarðarinnar nær hæstum aldrei svo sanna þyki? Steypirauð. Nei, það er ekki rétt. Nei, það kom fík og það er ekki heldur rétt. Stefania var með eitthvað á vörun, en það er orðið að segja. Hvað er það að segja? Maðurinn. Já, það var komið annars var á undan. Já. En það er nefnilega maðurinn, sko. Það er meira sér hvern maðurinn. Hún er vist öllu langlífari. Jæja. Og það, þú leystu ekki þann vanda sem bara Garði. Þá kemur 9. spurning. Hvað táknar ítalska orðið crescendo á máli tónfræðinnar? Það er stígandi og hvers. Já, þetta er alveg, segjum þetta gott, með vaxandi tónstyrk, þetta er alveg hárrétt. Það er alltaf leið þó að segja hvert með, það er svo mikið að söngurum þarna í Eyjafirði. Og 10. spurning, hvað var það sem gyðingurinn Shylock mátti alls ekki hafa af skuldunaut sínum í kaupmanninum frá Feneyjum? Blóð. Blóð, og það er alveg hárrétt. Og eigum að sjá stöðuna, heitur úr? Já, Eyfirðingar eru með 8 stig en Þingeyingar með 7. Það getur bara jafnar að verið. Jæja, Þingeyingar, þá koma myndspurningar og nú sjáum við tvískipt andlit og nú er að glugga vel á skjáinn. Hvor er hvað? Og nú er að hafa góða þögn í salnum. Ef við sjáum þessa mynd þá er að hafa góða þögn í salnum. Svo að allir geti nú breytt sig á þessu. Eru þið með tillögu? Halldór Blöndal og Árni Gunnarsson. Halldór Blöndal og Árni Gunnarsson, það er alveg hárrétt. Og til þess að bara sannreina það sjáu þið hvernig þið breytast núna. Þarna er Árni Gunnarsson. Og þarna komur Halldór Blöndal. Já, jæja, Eyfirðingar, þá er komið að ykkar tvískipta andliti. Nú er að þessa brýtnar. Og þið eru viðbúnir. Og nú er líka að fá góða þögn í salinn. En halda niður sér andanum yfir þessu. Jæja, hverju stingið upp á? Já, ég höfum þetta sé Guðmundur Bjarnason og... Já. Já, bara láta Eyjólfur Konráð. Eyjólfur Konráð. Það er Guðmundur Bjarnason, en þetta er ekki Eyjólfur Konráð og nú getur þið tekið þarna. Stefán Valgeirsson. Stefán Valgeirsson voru fyrir ægir. Og ef við trúið þessu ekki, þetta er alveg ótrúlega maður sem við sjáum hérna, en nú skulum við sjá. Já. Og svo skulum við renna þessu niður. Aftakan hefur farið fram. Þarna stálu Þingeyingar af Eyfirðingum með Eyfirðingi. Eða að líta aftur á stöðuna, heitur ótt. Já, Eyfirðingar eru komið með 9 stig en Þingeyingar með 10. Eitthvað hafa Hagaringar kannski þetta að segja? Já, mér dætti hug þegar þú varst að svara honum Hálfdan áðan. Ég vissi ekki að væri svona góður Hagaringur, en mér er svona sumir tilburðir einir benda í átt sem ég þekki svolítið, já nú hesta.
Þess vegna datt mér í hug, sjaldan þér sagna fátt og svarar vel í ljóði, geiflar þig og hneggjar hátt sem grashestur í stóði. Þú segir passið þessu Halldór. Já, ekki bara. Það er bara ekki. Já, ég get ekki svara þessu, ég veit ekki. Já, ef nú betur að er gáð, ég ætla að bíða og sjá hvað setur. Ég held að veri heilla ráð að halda kjafti aftur og betur. Jæja, þá byrjum við á hlaupaspurningunum og þá eru... Já, ég sé að maður sér alveg betur það að vandu þetta. Takk ykkur stöðu. Þessar spurningar lúta núna allar af fólki sem einhvern tímann á ævinni hefur snúið rækilega við blaðinu og farið að gera eitthvað allt annað en hann gerir fyrst. Og þá er fyrsta spurning og vísbending. Hann var bóndi og bærinn hans bar sama nafn og hann sjálfur. Önnur vísbending sem yfirleik oftar en einu sinni hefur bara komið til sætið og farið svo aftur. Búskapurinn fórst honum vel úr hendi en öll af æðri sviðum kölluðu hann til annara verka jafnan. Jæja, hvað segir þú? Eirík frá Brúnum. Nei, þetta er ekki alveg rétt. Bærinn bar sama nafn og maðurinn. Steinarandi Steinarði. Nei, þetta er nefnilega ekki alveg rétt og við skulum halda áfram. Já, ansi, þetta er skemmtilegt. Þá kemur þriðja vísbending og ég veit hlaupið. Þúsundir Íslendinga þakka þessum manni heilsu sína og langlífi. Einar Einarsson. Það er alveg hárið. Önnur spurning og fyrsta vísbending. Þessi maður sem spyrjum hann var hneigður til ritstarfa en síðan sneri hann við blaðinu og kemur þar kona ein við sögu. Gat hún verið. Kona sú sem þessi maður hefur ævilega haft í miklum háhugum er engin önnur en María Guðsmóðir. Og síðasta vísbending, hann er fæddur í Póllandi. Ægir, það er hann svona. Það er hann með hann. Jóhannes, Páfi Annar. Þetta er alveg, Páfi, já, þetta er alveg hárið. Það kom. Hringdi kirkjuklukkunni og Páfinn kom. Sem síðust. Jæja, kemur sem til Ísland með þessu. Þriðja spurning. Það er fyrsta vísbending í þessar persónu. Barn að aldri steig hún á skipsfjörð, sigldi yfir saltan sjó frá fæðingarstað sínum sem nú er komin í eyði til strandar landsins. Þegar hún stækkaði lét hún hendur standa fram úr ermum svo munaði. Hún var skeið ein vaskasta íþróttakona Íslands, fóstar vel úr hendi. Hún var ein styrkasta stóð í landsliðinu og sneri síðan algjörlega við blaðinu og tók að starfa við fjölmiðlum. Arnþrúður Karlsdóttir. Arnþrúður Karlsdóttir, alveg hárrétt. Það var viðtal við hann einmitt í blaði þessum daginn þar sem var komið ljós að hún fætt sér í plati á Skjálfanda. Jæja, fjórða spurning. Allir þurfa salt í grautinn og svo var til að þessi maður sem við spyrjum aflaði sér viðræðis með því að auglýsa Chesterfield sígarettur. Nú, önnur vísbending, hann hefur alltaf sérstakann áhuga á kvikmyndum. Rónald Reagan. Rónald Reagan og það er alveg hárið. Þá kemur fimmta spurning. Þessi maður sem við spyrjum er lagtækur maður og hugðist ungur vinna fyrir sér með höndunum í smiðju sinni. En köllun hans var... Nei, við erum ekki komin það langt að þetta getur verið Hallgrímur Pétursson. Nú heldum við áfram. En köllun hans var til annarra riðju. Nú er það honum að þakka, eða að kenna, að norrlenskur framböður glimur í glæstustu sönghöllum veraldar. Já!
Já. Kristján Jóhannsson það og það var alveg hárrétt. Þá hlaupa spurningunum lokið, þetta var gífurleg spenna. Hvernig staðan núna? Já, heimamenn hefur betur í fyrri hálfleik, eru með 13 stig en Eyfirðingar með 11. Þetta rosa spennt. Nú, þá komið að skemmtiatriði frá Þingeyingum. Maðurinn sem hér kemur fram heitir Jóhannes Geir Einarsson og sagði mér hérna til hliðar áðan að það hefði staðið jafnvel til hann yrði í keppnisliðinu sér hefði verið hafnað. Svo hann bara syngur í staðinn, frumsaminn gamanljóð við undirleik Sigurðar Freyrissonar. Oft talinn var, svo undrandi gónd á mig kerlingarnar og 2 ára gamall ég heimskringlu tók og 20 blöð át úr þessari bók. Svo reyndist mér heimskringla saðsöm og góð að sem gleymi hvað í henni stóð. Hingað kom hópur mannfræðinga heimamenn að sjá. Þingeyinga og dreifuðu upp í þá. Sjáðu að þar fyndist sýnishorn best, svona rétt eins og gert við hest. Mitt heila bú þeir sögðu, langtum stærst og mest. Þegar fréttist að sjónvarpið byrjaði brátt, bráðsmellin fjörugan spurninga þátt. Sýnt var að safna hér þyrfti í lið, sem kljástætti lið Eyfirðinganna við. Þar liti ég lenda á svarenda stað, svo ég búa mig fór undir það. Og svo fór ég að lesa og lesa, las blöð og pjesa, las hættatölur, las hafrúms og blesa, með þykna fræði, fornhetju kvæði. Fannst ég á salernin í ró og næði. Ég las landafundi, lengt hana í hundi, og nokkrar bækur Guðrúnar frá Lundi. Fljótt fann ég viljan, fyrir Kiljan, en fannst bara svo hábölvað að skiljan. Sögugrettis aðeins snerti, sá var merki ketti, sem lamdi menn í flokkfisk eins og Berti. Svo fór að sýsla við sögu Gísla, sem fékk menn til að skjálfa eins og hrísla. Ég las hverslags kynni og kvenna minni, og kynningarbæklingin með ryksugunni, nam flesta fána, fornböð og sána, og utan bókar lærði síma skrána. Sæti í keppninni synjað mér var, sestir þar voru 2 Jóhannesar. Annar veit allt ritstjórnar bras, og hinn ekkert minna rollur og gras, og skorti þá berlega brjóstavitið, bjargar sjálf frúin því við. Og svo nú bara að láta knéið fylgja hvið. Já, og það víst ekki hægt að segja að það sé fjölbreytni hjá þeim sem taka þátt í þessum þáttum út á landi. Hjá Barðsendingum hljóp skemmtikrafturinn upp á borði og tók þátt í keppninni, og hér það öfugt, að maðurinn fór frá borði. En nú fáum við skemmtikraft frá gestunum. Það Kristján Eldjárn Hjartarson sem flytur hér frumsamda texta við ljóð eftir Árna Hjartarson. Já, komið þið sæll. Nú
veiðitími. Menn fara á fjöll með byssur öxl og skjóta sér rjúpur í matinn. Og þetta þykir mikið sport. Nú ég vildi reyna þetta líka eins og aðrir og fekk lánaða byssu og nokkur skot og skreið upp til fjalls í ágætu færi. En veiðin var nú ekkert mjög góð. Byssan var ekki eins góð eins og mér var sagt að hún ætti að vera. En ég kom þó heim með eina rjúpu og þessi texti fjallar þessa ferð. Það kemur enda fyrir textanum setning að sjá ekki málaðan hund. Það þýðir það í Svarfaðardal að menn sjá ekki neitt. Á dögunum gerði ég praktlega ferð í fjallið með byssu að Vestminster gerð. Því nú skildi rjúpna pángreina. Veðrið var skaplegt og skilyrðin góð og skyttan var komin í orustu mót og skreið milli skafla og steina. Nú hafði ég akkað í einhverja stund án þess að sjá nokkurn málaðan hund. Þegar rjúpurnar birtust í röðum ég lagðist á magan og morðvopnið skók og miðið af festu og öryggi tók og spennti með handtökum röðum. Mér virðist það sýnt að ei færri en 5 falli í valin ef heppnin grimm. Því rjúpurnar liggja í línu. Nú tók ég í gikkinn en byssan hún brást og bræðin og gremjan í augum mér sást þegar klikkaði morðtóli mínu. En aftur í skyndingu hólkinn ég hlóð og hagræddi byssunum stefnan var góð. Já, nú skildu fjaðrirnar fjúka en byssan í annað sinn alls engu skaut og ankotans rjúpurnar flugu á braut með sína bragðgóðu búka. Og þegar ég hundsvektur heim á leið gekk með hastarlegt tilfella veiðimannsskrekk og sálinn í svartnætti djúpu, þá sé ég í fönninni för eftir mann og finn litlu neðar svo verk eftir hann, einmana andvana rjúpu. Góðlindur sveinninn nú greip feginn við, gat skotinn fuglinn hann dregur úr lið. Og dauður sé drepa má betur, byrjar að flokka og peysu upp braut og potti með brosi á lóðirnar skaut og risláa rjúpuna étur. Já, þetta skemmtiatriði kom frá Tjörn í Svarfaðardal og mér var vist eitthvað þarna á í messunni, svo ég noti nú orð frá Hagyrðingum og sagði að ljóði væri eftir Árna Hjartarson en það var lagið að sjálfsögðu. Nú, það hefur verið borið á móti því að það sé loft í Þingeyingu hérna og svo hefur verið að hleypa hér inn heilmiklu á lofti og það myndi kannski í því sambandi segja þetta. Þetta gerist ekki oft og mér finnst það skrítið að Þingeyingar þurfi loft og það finnst mér lítið. En nú staðan eins og við sáum áðan og það er kannski rétt að heyra hvað Hagyrðingar segja þetta. Já, staðan náttúrulega slæm. Já. Og það getur ekki verið nema ein ástæða fyrir því það það að Þingeyingar fá allar léttu spurningarnar. Og því mætti spyrja, hver hér að viðsjá valdur, vondan bruggar spurnar galdur, sumra stolti stittir aldur, stjórnar þessu skugga valdur. En það þó góð til máli að þó að við séum nú í tapi núna Eyfirðingar þá getum við sagt sem svo. Tap sitt axla Eyfirðingar, það góður séður
Þeir eru snjallir þingeyingar því nú er á meður. Já, það er hérna einn vísa en ég eiginlega sett skilyrði fyrir því ég færi meðal hann. Hún er, það er það að Ómar rís á fætur og lofa okkur sjá aftan á sig þegar ég er búinn að fara meðal hann. Já, já. Álit mitt á Ómari, aftur er farið að dala. Drottinn æðsti dómari dæmt hefur á hann hala. Og við höfum ekki svar hjá sjónvarpinu nema þetta vennilega, þetta er að tæknilegu málstöðum. Jæja, en eigum við þá að geta eftir með meira? Ekki bíli. Og þá er það Eyfirðingar sem byrja núna á hraðspurningum í seinni hálfleik og nú vegur hver spurning helmingi þingri en áðan, enda eru þær þingri. Og fyrsta spurning, hún er svona: hvað var það sem Ófeigur Önundarsson sýndi Guðmundi Eyjólfssyni? 3, 4, 5. Hafið þið svarið, þingeyingar? Banatilræði? Ekki banatilræði, nei, hann sýndi hnefann. Það var svona nálægt í, sko. Jæja, þá kemur númer 2. Það er konu. Faðir hennar var Spánverji, móðurinn hennar var Svertingi, sjálf hafði hún yndi af söng og dansi og var stundum kölluð hinn svarta Venus frá St. Louis. Hvað hét hún? Josephine Baker. Josephine Baker, það er alveg hárrétt. Og þá kemur þriðja spurning: hver var glímukappi Íslands 1921? 3, 4. Jóhannes á Borg. Ekki var það nú rétt og 5 sekundur liðnar og 3 hér. Hallgrímur Benediktsson? Nei, þeir náðu ekki heldur en þetta var nú Skagfirðingur reyndar svo það er kannski ekki, það er Hermann Jónasson. Við hefðum nú alltaf spurt neitt annars, sko. Ég hef ekki ætlast til þess að með séu svo nema skemmtikrafturinn hefði náttúrulega komið hann inn, þannig að Jóhannes Geir og alltaf hann ekki verið búinn að lesa þetta, heyrðist það á vísunum. Jæja, þá kemur 4. spurning. Hvaða embætti gegndi Joseph Fouché á mektardögum Napóleons? Hann var lögreglustjóri Napóleons. Hann var lögreglustjóri Napóleons, þetta er alveg hárrétt. Og við spyrjum svo númer 5. Hvað hét maðurinn sem efndi til afar sérstæðrar málverkasýningar í Reykjavík árið 1942? 3. Jónas Jónsson frá Hriflu. Alveg hárrétt. Reyndar ekki á eigin verkum heldur á verkum svokallara eða það sem hann nefndi klessumálara, já, þeim til háðungar. Nú, þingeyingar, þá komið að ykkur. Og við spyrjum þá fyrst: hvaða mann hrakti Eyvindur Þorsteinsson úr Reykjadal? 3, 4. Ekki náðu því, Eyfirðingar. 1, 2. Það var nú bara sjálfan landnámsmanni Náttfara sem að hann hrakti þarna í burtu. Hún lemur í höfu sér, hún Stefánía. Þá kemur númer 2. Hún raulaði lagstúf í Höfða, lék í kvikmyndinni hinn ljóshærða Venus. Hún var elsku og þráð víða veröld, landar hennar hafa varla enn fyrirgefið henni. Og hvað heitir hún? 3, 4. Jæja. Jóhann Bæis. Ekki var þetta Jón Bæis, nei, þetta var nú Marlene Dietrich sem raulaði í Höfða. Nú, þá kemur 3. spurning, þær eru þingri núna. Hver vann sér það til frægðar árið 1949 að synda 200 metra bringusund á 2 mínútum 49,12 sekúndum? Sigurður Jónsson. Og það er alveg hárrétt. Þú er heppnir að draga þetta, þingeyingar, því að þetta er alveg ekki að lent hjá hinum. En þingeyingar eru góðir sundmenn eins og vísan segir: kappsund stunda ærið oft í því vel sig standa, því þeir eru með þvílíkt loft að þeir þurfa ekki að anda. Jæja, áfram með spjörið. Richelieu kardináli var aðsóknarmikill í Frakklandi á 17. öld, en hvað hét kardináli sem tók við hlutverki hans þar í landi? Já. Mazarin. Mazarin, það er alveg. Mazarin. Það var Mazarin. Og þá er 5. spurning: hvað hét maðurinn sem fór suður
árið 1935 og hélt sýningu á sjálfum sér í Nýja bíói? Jóhann Risi. Jóhann Risi, Jóhann Sárdælingur. Jæja, Heiður Rós, hvernig standa leika nú? Já, það er mjótt á munum, Eyfirðingar með 17 en Þingeyingar með 19 stig. Jæja, eitthvað hjá ykkur? Já, ég veit ekki, Baldur er svo brúnaþungur þegar hann horfir á mig alltaf hérna. Baldur er þungur á brá, en brosandi heiður, en Ómar hefur höfði á heljar mikið heiður. Jæja, ef við þá að halda áfram og nú er að úrslita orustan og nú eru 5 stig á spurningu og spurningarnar eru allar hannig að ef að menn vita þetta út í hörgul þá geta þið ná 5 stigum bara... og þá er það bjölluspurningar, það er að íta á og aðeins 1 tilraun gildir hjá hvorum aðila og þá nummer 1, þetta er ég heiti Brabýpus Tridactylus á latneski tungu en Íslendingar hafa valið mér heldur háðulegt nafn sem þeir nota síðan stundum til svívirðingar hver manna. Ég er vel syndur, get haldið mig lengur í kafi en flest eða öll önnur núlifandi landi. Haus minn er hnöttóttur, ásjónan flöt og heldur ófinnileg, rófan er stutt, framlappir lengri en afturfætur. Ég nærist á trjálaufi og ávöxtum. Ég kann öðrum Héri. Ekki það rétt. Ég kann öðrum dýrum betur þá list að fara mér að engu... Letidýr, það var alveg harrið. Og Eyfirðingar fengu 2 stig fyrir þetta. Jæja, þetta er nefnilega gífurleg spenna í þessu. Þá kemur önnur spurning. Það er haldmanna að ég muni vera nálagt 4500 milljón ára gamall. Ég er 750 sinnum stærri en jörðin og 95 sinnum þyngri. Júpíter. Ekki var það nú rétt. Það mátti grísa þetta á 5. Nafn mitt hef ég þegið á láni frá Akuryrkju guði hinna fornu Rómverja. Þið mig ekki. Já, nú með ég bara til. Nei. Hvað segir þið? Saturnus. Það var komið þarna... Það var komið Mars. Við verðum því niður að láta það gilda. Gildir það nefnilega. Saturnus var hins vegar rétt. Það var rétt, en Mars var á undan. Það má ekki giska tvisvar sko. Þá getið bara talið upp alla ríkisstjórnina og bara komist inn að verðu. Jæja, þetta er spennið í þessu. Þetta er nefnilega að svara á réttu augnablik og vera á undan hinnum. Jæja, eða á eftir þegar hinn hafa gatað. Þá kemur 3. spurning. Ég er í heiminn borinn árið 1879. Árið 1907 kom ég til Lundúnaborgar og 1913 kom ég til Vínarborgar en annars var ég ekkert mikið fyrir ferðalög. Ég var ekki ginnkeyptur fyrir smámunum. Og þegar menn vildu knýja mig til þess að gera hósum mína grænar fyrir páfanum í Róm þá spurði ég, páfinn, hve mörgum herdeildum ræður sá ágætti maður yfir? Adolf Hitler. Þetta er ekki rétt. Fæðingarstaður minn heiti Díti Lílóð. Líktektur staður, en svo var tíðin að stórborg ein var látin bera nafn mitt. Áður að þessi stórborg fekk nafn mitt hét hún Tsaritsin. En eftir andlát mitt var hún kölluð Volgograd. Mikhail Gorbatsjov er á báðum áttum varðandi mig og lái honum... Stalin. Stalin, segir hann. Svarið er að vísu rétt en þeir voru því miður komnið niður í 0 stig. Það var komin í 0. Jæja. Þeir fengu ekkert fyrir þetta, bara lokt og ekkert annað. Jæja, þannig að við förum alveg í 0 sko, þannig í restina. En það var gaman að fá svarið. Nú þá kemur 4. spurning. Ég var fundin upp árið 1317 af ítalanum Salvino Darmati. Á leggsteini hans stendur skrifað Guð fyrirgefi honum syndir hans. Á lágmynd sem gerð hefur verið 1352 má sjá þar hinn virðulegi kardináli Ugone ber mig með sóma og sann. Á Íslandi var upp í byrjun 16. aldar maður að nafni Pétur Einarsson sem kom við sögu síðaskiptana og hefur vafalítið notað mig því hann er víða kendur við mig. Þó að enginn dragi nýtsíma mín í efa þykir mörgum fyrir því að bera mig.
Lögun mín stöðugt að breytast og til eru sérstök afbrigði af mér sem henta vel í sól. Þannig? Gleraugu. Gleraugu, það var alveg hann. Fengu 1 stig og mun að gema hálfbreyta verið komin í 0. Jæja, þá kemur... Það má kannski geta þess að staðan alveg viss að vera hnífjöfn, Heiður. Já, Eystfirðingar eru með 19 stig en Þingeyingar 20. Jæja. Árið 1928, þá byrjar þessi síðasta spurning. Árið 1928 hófst glæsilegur og óslitinn frægðarferill minn. Fáir eða engir keppinauta minn á hvítatjaldinu geta státað af öðrum eins vinsældum. Árið 1933 fékk ég hvorki meira en minna en 800.000 hugljúf bréf frá aðdáendum mínum. Fyrsta myndin sem ég átti þátt í hét Plain Crazy. Greta Garbo. Nei, það ekki rétt. Það stuðnaður salinn. En það var ekki fyrir í 3. myndinni Steamboat Willie að ég sló í gegn fyrir alvöru. Ég eignaðist... Billy Temple. Nei, það var ekki... Eyfirðingar voru aðeins á fljóttir ásýr því ég átti eftir að byrja á að lesa. Ég eignaðist fljótlega trölltrygga minn og árið þar á eftir hjartagóðan, álapparlegan og eyrnastóran hund. Frændur á ég 2 af sömu dýrategundur ég sjálfur og eina sérdeilis væna vinstúlku. Andrés Önd ágætur kunningi minn en það ríkir engin óvild milli anda og músa, þetta var Mikki Mús. Jæja, úrslitin eru fengin. En áður með tilkynnu þau kannski rétt að heyra frá hagyrðingum orðum. Já, svona sorgarstundu, sko. Þingeying grindin góð, glöggt þar margt ég kenni, það eins og Eyfis blóð í æðum þeirra renni. Já. Hér í léttan lokasprett, lagt var upp að nýju, skeiðið jöku jafnt og þétt, Jóar Stefaníu. Nú að því að búið að tala svona mikið mont og ég má eiginlega segja mont, þá kannski rétt að enda þetta á smávegis það, af því að þið haldið nú með ykkar og það má kannski orða það svona. Sjálfsálit fyrst sumum vond, en samt ég ekki frá því að gott sé að hafa heilbrigt mond en menn hafa efni á því. Heiður Ósk, úrslitinn. Já, þetta var heldur betur naumt. Heimaliði sigraði með 1 stigs mun, 20 stig gegn 19 hjá Eyfirðingum. Já, það gat þetta minna verið, en það hefur verið gífuleg stemning hér í kvöld og ég þakka ykkur öllum fyrir hana. Næst sjáumst við væntanlega fyrir framan skjáinn. Eftir viku þá keppa héraðsbúar við Fjarðarbúa á Austurlandi, en Þingeyingar, þið keppi væntanlega við Húnvetninga eftir áramót. Og þakka ykkur kærlega fyrir öllu sem heima sitið og þeim sem stóðu að þessari upptöku og gerðu þetta mögulegt. Þessu er lokið, verið sæl. Það er mikið svakalega. Ef við höfum svona séðið, þið vissum eitthvað ekki hvernig það komið í. Nei, við vissum, þetta væri alveg. Síðast, það er ekki með það.